Já, ég heiti Diljá Sigurðsdóttir og er fiðlukennari og tónmenntakennari í Tónskóla Sigursveins. Við fengum sem sagt að vera barnamenningarhátíð sem er hátíð í Reykjavík þar sem að barnamenning fær að láta ljós sitt skína í bara sem flestum hverfum borgarinnar og nú erum við hérna upp í Breiðholti og þetta er annað árið sem ég er að gera þetta og núna er bara stór uppskeruhátíð. Reyndar höfum við í lok hverra lotu tónleika fyrir foreldra en þá erum við bara 24 í einu en núna erum við 120 og Fellahólakirkja var svo vinsamleg að ljá okkur húsnæðið sitt því að þetta er í rauninni tónleikahús hverfisins þannig að við vorum hérna að æfa í morgun og þetta er önnur æfingin okkar og þetta verður kraftaverk, þetta er kraftaverk hvert sinn sko. Þannig að og við erum að syngja og það er svo mikið þjálfun sem er fólkin í þessu að skila af sér afurð, standa fyrir framan fólk og syngja og deila sönggleðinni. Barnamenningarhátíð er á vegum Reykjavíkurborgar og er búin að vera starfandi nokkur ár og þar er bara fókuserað á menningu fyrir börn, bæði þar sem að börn eru sjálf að skapa eins og við erum að gera hér og líka listamenn sem að búa til sérstaka menningu fyrir ætlaða börnum. Og það má nefna það að Tónskólinn er með 2 svona samstarfsverkefni á þessari hátíð. Verða með opnunartónleika í Hörpu á þriðjudeginum 17. þar sem að 600 leikskólabörn koma fram og við undirleik hljómsveitar sem er skipuð nemendum og kennurum og svo þetta hérna þar sem 120 börn úr Breiðholtinu syngja við undirleik hljómsveitar.